Komið sæl. Nú ætlum við að fara í gegnum síðasta staðalformskaflan í þessu hefti, þar sem við ætlum að reikna núna með tölum og staðalformi. Við erum búin að vera að skoða hvernig við breytum yfir í staðalform og öfugt, og nú ætlum við að fara að reikna með þessum tölum. Og þá fyrst hefst fjörið. Byrjum á að skoða þetta dæmi hér, en reyndar áður en ég reikna það með ykkur, þá ætlum ég að rifja upp með ykkur 2 einfaldari dæmi. Og þið ættu að geta leyst þetta dæmi hérna, x í 4. veldi sinnum x í 8. veldi. Hvernig myndi ég einfalda þetta hér? Jú, við tökum x-ið og við leggjum saman veldin hérna uppi. Það er að segja að þetta er x í veldinu 4 + 8 eða 12. veldi. Við vorum búin að fara í þessa reglu í fyrir myndböndum. Sömuleiðis ef ég myndi vera með dæmið hérna, 2x í 4. veldi sinnum 3x í 8. veldi og ætti að einfalda þetta, að þá myndi ég byrja að margfalda saman stóru tölunar. 2 sinnum 3 eru 6 og svo legg ég saman veldin hérna á x-unum. Þannig að út úr þessu kemur þá 6 sinnum x í 12. veldi og reyndar maður vanur að sleppa margföldunarmerkinu og skrifa bara 6x í 12. veldi. Nú, dæmið sem er hérna efst á glærunni er nákvæmlega svona. 2 sinnum 10 í 4. veldi sinnum 3 sinnum 10 í 8. veldi. Í dæminu til hliðar var þetta x, en nú er þetta 10. Að öðru leyti er þetta alveg eins. Og sömu aðferðir gilda þegar við ætlum að reikna þetta saman. Það er að segja, ég byrja á að margfalda saman stóru tölurnar hérna, eða tölurnar þá fyrir framan tugveldið, og 2 sinnum 3 eru 6, og svo í staðinn fyrir að skrifa x í einhverju veldi, og þá kemur núna 10 í einhverju veldi. Og veldið er að sjálfsögðu 12, vegna þess að ég legg saman veldin hérna 4 + 8. Þannig að nú er ég búin að margfalda saman 2 tölur sem eru skráðar á staðalformi. Og þetta þýðir náttúrulega 6 og svo fæðist komin 12 sæti. Þannig að þetta er náttúrulega risastór tala. Þetta er þessi tala hér. Og þið sjáuð öll í hendi ykkar að þetta er miklu fljótlegra og þægilegra heldur en að vera að vinna með svona stóra og leiðilega langa tölu. En við skulum taka fleiri dæmi og lítum núna á deilingu. Og þá er tilvalið að rifja aðeins upp líka hvaða regla gildir almennt ef við erum að deila með veldum. Og ef ég myndi vera með þetta dæmi hér, x í 9. veldi deilt með x í 3. veldi, að þá kæmi út úr þessu x í veldinu, og nú reikna ég 9 - 3, þegar í deilingu dregi veldið frá, það er þess að neðra veldið frá hinnu, og fæði þannig x í 7. veldi. Og þetta ætla ég að gera við dæmið hérna efst á glærunni. Það bætast þannig við tölurnar reyndar, en það er bara eins og í margfölduna dæman undan. Ég er með 6 sinnum 10 í 9. veldi. Það deilt með 3 sinnum 10 í 3. Ég byrja á að deila hér, 6 deilt með 3. Það er einhver 2. Og svo skrifa ég 10 í staðinn fyrir x, af því að ég er að vinna með 10 en ekki x núna. En veldin fer ég með alveg svo í dæminu til hliðar, þar að ég finn mismuninn, 9 - 3 eru 6. Og þá er ég komin með svari hér, þar sem ég hef deilt einni tölu á staðalformi í aðra tölu á staðalformi. Og að lokum tökum við eitt svona dæmi sem að eru eiginlega 2 tricks í. Ég ætla að sýna ykkur þau. Þetta er svipað á fyrsta dæmið. Ég byrjaði að margfalda saman hérna tölurnar fyrir framan tugveldin og 6 sinnum 3 eru 18. Og þá er ég strax komin í fyrstu vandræðin, vegna þess að staðalform á alltaf að vera á bilinu 1 til 10. Þannig ég laga það til og eftir. Klárum þetta fyrst. Svo kemur hitt triksið.
Það er að segja að nú kemur 10 í einhverju veldi og ég ætla að leggja saman hérna 9 og -3. Og vonandi munið þið að þegar við erum með plús og mínus hlið við hlið, svo myndi vera í þessu tilviki, að þá er það mínusin sem er sterkari, þannig í raun er ég að reikna 9 - 3. Þannig að veldið hér, þegar ég legg saman 9 og -3, þá fæ ég 7. veldi. Og hér myndu einhverju vilja stoppa og segist að vera búin með dæmið. En við þurfum aðeins að laga þetta til að því að komman á að vera hér. Þannig að ég get skrifað 1,8 sinnum 10. Nú er þetta samantalan. Og svo fyrir aftan kemur sinnum 10 í 7. veldi. Þannig í raun er þetta hérna það sama og 1,8 sinnum 10 í 7. veldi. Þannig að ef þið fáið svona dæmi þar sem þið farið yfir 10, þá þurfum við að laga það til í lokin. Annarkvort með þessari leið sem ég sýni ykkur að skrá þetta sem margveldi af 10, það segir hér. Þá vitið þið hvort þið að hækka eða lækka veldið. En sumir eru líka fljótir að sjá þetta og átta sig á því að maður færi kominum til 1 sæti baka hér, þá þarf ég að hækka veldið um 1 hérna. Þetta helst í hendur. Ef ég myndi færa hann um 2 sæti, svona, í einhverju öðru dæmi, þá þyrfti ég að hækka hérna um 2. En allavega staðalform er alltaf með tölubilin 1 til 10, þess vegna þarf að laga þetta til. En aðferðin við að reikna þetta er eins og í dæmunum á undan sem ég sýndi ykkur með rétt áðan. Þetta er alltaf sumt. Það er ekki flókið að reikna með þessu. Kannski þarf maður að venjast því þegar maður byrjar á því. En síðan á þetta eftir að leika í höndunum á okkur. En takk fyrir mig.